Velkomin í föstudagsþáttinn. Við ætlum að hafa það notalegt í nóvember og við ætlum að byrja á bókaspjalli. Til mín komin hún Aðalbjörg frá Menntaskólanum Akureyri. Velkomin. Takk fyrir, María. 2 bækur á 5 mínútum. Já, nóg að tala í dag. Við ætlum að byrja á þessu hérna. Já. Þetta Þorpið eftir Ragnar Jónsson. Jónasson segi ég. Já. Og þetta svona hryllingssaga. Á að vera það. Hún gerist á Skálum í Langanesi 1985. Og þetta svona saga sem hefur rosalega mikla möguleika. Og ég viðurkenni að þegar ég byrjaði að lesa Ragnar, þá var ég svolítið spennt. Af því að ég hef góða reynslu af honum, hann flottur höfundur. En þetta bara ekki nógu góð bók. Nei, ég var ekki nógu hrifin. Hvað var það svona sem var helst aðfannst þér? Þessi saga, hún allir með vonbrigðum. Sko, vandinn við þessa bók að hann að vinna svo mikið með klisjur. Og hún bara ekki nógu frumleg. Og það svolítið skrítið að segja og ég ekkert að gefa neitt upp en kápan til dæmis sýnir mynd af ungri stúlku í hvítum kjól. Draugurinn lítil stelpa í hvítum kjól sem fer með vöggu í sér. Og þetta bara þekkt minni sem maður hefur séð oft áður. Og hún verður aldrei hræðileg. Ég var aldrei hrædd, fannst fléttan þunn og þrátt fyrir þetta séu 300 blaðsíðna bók þá einhvern veginn söguþráðurinn ótrúlega rýr. Hann kemur fram með marga skemmtilega punkta og hún alls ekki, þetta ekki leiðileg saga. Nei, þið langaði ekki að leggja hana frá þér. Nei, og ég las hana á 2 kvöldum, sko, sem segir mér einmitt líka, þetta svona sjálfléttingur, sko, það mikið af samtölum, hún rennur hratt, en einhvern veginn aðalpersonan nær manni ekki, hún Una, og maður verður einhvern veginn aldrei neitt sérlega svona hughrifin af þessum hryllingsheimi í þorpinu. Því miður. Svo ég með aðra bók sem heitir Hornauga eftir Ásdísi Höllu Bragadóttur og þetta allt annars eðlis. Hér við með svona sjálfsæfisögu, þar sem Ásdís Halla að skrifa sig og sína reynslu þegar hún kemst að því að hún rangfeðruð. Og þetta svona sjálfstætt framhald bókar sem hún gaf út fyrir 2 árum sem heitir Tvísaga. Hún fékk góða dóma. Hún fékk mjög góða dóma og Tvísaga góð bók, held ég bara nokkuð sagt. Þessi saga hefur verið að vinna með þessi sömu þemu. Hún ennþá í svona sjálfskoðun og svona vangaveltum hver ég, hver mér staður í lífinu og hún svona velti vöngum bara, já, sinn bakgrunn og mér finnst hún helst komast á flug hér þegar hún að fjalla formæður sínar, aðalega langömmu sína sem heitir Ingibjörg Lyngdal og lifði mjög áhugaverðu lífi. En þetta aftur saga sem hefði getað verið styttri. Hún full endurtekningasöm og þetta svona bók sem marga góð spretti. Mér finnst þess að það þurfti að ritstýra henni betur. Og svo segir hún frá leyndamáli, svona tabúi í sögunni sem svona þar sem rekur lesandann áfram og svona ýjar að því. Hún ætlar að segja okkur frá einhverju sem hún ætti ekki að segja og það gerir þessu sögu svolítið spennandi en mér finnst hún ekki ná flugi. Og hún svo kaflaskipt. Sko, af og til dettur hún hún mjög ritfær, þess á milli hún svona að velta vöngum með sjálfri sér og hún segir það sjálf og hún skrifar svo bók þegar hún svona að gera þetta upp við sig, á ég að segja frá, á ég ekki að segja frá. Pabbi minn ekki eins og ég hélt hann væri og svo kynnist hún hálfbróður sínum og þetta verður svolítið svona flókin fjölskyldusamsetning. En já, þetta ég vissum að það ýmsir sem hafa gaman að lesa þessu bók, en hún ekki eins þétt og fyrir bókin var. Nei, því miður. En þetta ágætis framhald. Hvað varstu mörg kvöld að lesa þessa? Ég tók þessa nú eiginlega bara nánast á einu degi. Líka því hún aðeins endurtekur sig svona miðbikið og þá getur maður veit, þá hún að segja frá sömu atburðinum bara frá öðru sjónarhorni og sem ágætt stílbragð en svona hefði geta verið markvissari í hreinskilni. Þetta var mjög áhugavert. Takk fyrir að koma í þáttinn. Eitt áður þú ferð. Hvaða bók verður næst? Við ætlum að enda í nóvember á því að taka fyrir smásögur eftir Guðrúnu Evu Mínervudóttur sem heita Ástin Texas. Við bíðum spennt. Takk fyrir komuna. Takk fyrir.